Brekkukotsannáll, 6. kapítuli. Nafnbætur í Brekkukoti. Einkennilegt, eins og ég var kunnugur þar í Brekkukoti. Svo kunnugur að mér fannst ég hefði líka áttar heima áður en ég fæddist. Og þó þessi kona, hún amma mín, hefði bæði kennt mér að tala og hugsa og endað á því að kenna mér að lesa. Þá kom það flatt upp á mig þegar einhver sagði mér mörgum árum seinna að hún hefði ekki átt rúm að sofa í heima hjá sér. Ég var þá að kannast við að einu skiptin sem ég hefði séð hana sofa, það var þegar hún sat á neðri hlóðarsteininum í eldhúsinu hjá sér. En hann skaraði dálítið fram og hallaði sér upp að efri hlóðarsteininum. Höfuðið sé ífram og prjónarnir féllu ásamt með höndum hennar oní keltuna og hættu að tifa dálitla stund. Það rétt aðeins glórði í eld í hlóðunum. Mér sagt að aldrei hafi nokkur maður séð hana ganga til svefns að kvöldi. En ef einhver staðar var laust bæli, hafi hún kannski fleygt sér rétt blá nóttina. Annars láti nægja að halla sér upp að téðum hlóðarsteini. Víst það að hafi hún sofið. Þá sofnaði hún ekki fyrr en aðrir voru gengnir til náða. Og aldrei fór nokkur maður svo snemma á fætur í kotinu að hún væri ekki komin á stjá á undan og búin að hafa til kaffi og jafnvel elda graut. Og það man ég líka alveg fyrir víst að aldrei dó í hlóðunum hjá henni þá tíð sem ég var sonur hans, afa míns og hennar ömmu þar í Brekkukoti. Frá því greinir hér að framan kona þessi brýndi fyrir mér að drepa ekki flugur í annarra manna húsum. Nú skal sem snöggvast minnst á enn eina kennisetningu ég nam af henni og kannski tvær. Þegar Skjalda var látin út á morgnana að áliðnu sumri og ég átti að reka hann í haga, þá hafði kýrin þann ósið að leggja hálsinn yfir grindverksmyndina kringum gulrófubeðin og fara að bíta kálið ofan af rófunum. Grindverkið var reyndar orðið nokkuð þotnfálegt og úr sér gengið, fúið og mosagróið og stóð víða ekki upp úr rænfangi, hvönn og njólarunnum. Svo kýrskeppnunni var kannski vorkunn þó hún tæki ekki mark á svona girðingum. En ef hún komst í að bíta kálið, þá greip hana slíkur ákafi að hún tók ekki eftir þó ég lemdi hana af öllum lífs- og sálarkröftum með njóla. Ég hefði þessar mundir lært dálítið í bölvi hjá ýmsum góðum mönnum. Og þegar kýrin rótaði sér ekki við alla þessa barsmíð, þá hefði ég til að æpa: helvítis beinið þitt Skjalda, og sitt hvað fleira af því tagi. Þetta sumar hafði Borgfirðingur nokkur í vorferð gleymt hjá okkur hundi. Hundgreið beið hjá okkur allt sumarið, uns húsbóndi hans kom í haustferðina og sótt hann. Þetta var eins og húðrannar gamall sveitahundur. Honum leiddist hjá okkur,
því hann var alltaf að hugsa húsbónda sinn og hvernig á því gæti staðið að maðurinn hefði gleymt sér. Hann lá oft fram á lappir sínar í krosshliðin okkar, eða á bæjarhellunni, og hafði opnar glyrnurnar. Og þetta átakanlega hundaþunglindi í svipnum. Og ekki bætti það úr skák að kattar fyrirmununin var alltaf að limskast einhvers staðar í kringum hann. Þessi bröndótti flækingsköttur hafði líka sest upp hjá okkur. Hundgreið var sjálfur gestur og hafði sig ekki upp í að fara að eltast við kött á ókunnum bæ. Amma mín veik stundum roði og beini að þessum hundi ef hún átti leið framhjá og ævinlega með sama formála. Hana kvikindi eða hafðu þetta skarnið þitt. Rakkinn var svo ein skepna sem ég heyrði hana ávarpa óvirðulega fyrir utan köttinn. En það kom ekki fyrir að hún minntist á köttinn öðruvísi en það kæmi í andlitið á henni dálítil mæðu gretta eins og þessi skepna væri einhvers konar hvimleið ættarfylgja sem hefði verið henni og hennar fólki fjötur fót frá ómuna tíð. Heiðurstitlar Brands heitins voru aldrei aðrir en þessir fjórir: skratti, skömm, afmán og fyrirmunun. Aldrei kom fyrir að amma mín klappaði hundinum né striki kettinum. Aftur á móti hafði hún einlægt roð og bein í pilsvasanum. Ég skal bæta því við að hún var samt sú eina persóna á bænum sem þessi tvö flækingskvíkindi aðhylltust skilmálalaust og án fyrirvara. Hvar sem hún hreyfði sig partinn okkar, þó ekki nema hún skrippi út á stag. Óðar voru þau komin utan hana og næstum onni í hana, Rakkinn með fasmiklum vinalátum, en Kisa nuddaði sér malandi upp við fótinn á henni og sperrti stýrið beint upp í loftið, með fagurlegum krók efst. Ef fyrir kom að amma mín þyrfti að skreppa til hennar Kristínarssálugu, voru kvikindin alveg á hælunum á henni. Þangað til kom að kirkjugarðshlíðinu náttúrulega. Þar hleypti þeim ekki inn. Nú þar til máls að taka, sem fyrr var fráhorfið, að kýrin stendur með hausinn yfir grindverkið að bíta nýsprottið kálið. Svo ég hugsa með mér að nú beri vel í veiði þar sem komin var hundur á bæinn og siga nú hundinum á kúna. Þegar áleið daginn var heitt í veðri. Snati lá fram á lappir sínar á hlaðhellunni með opnar glyrnurnar og var áreiðanlega að hugsa húsbónda sinn af hverju hann fær ekki að koma. Ég þóttist sjá að kvikindisgreiinu kæmi ekki dúr á auga fyrir leiðindum. Svo ég tylti mér á hlaðhelluna hjá honum og fór að klappa ofan á hann eins og gert hafði verið við mig þegar ég var lítill. Ég tók nú til að syngja við hundinn kvæði það sem hér kemur á eftir og ég bjó til sjálfur undir lagi sem ég samd leið og var svo viðkvæmt að ég brynti músum meðan ég var að syngja það. Blessaður hjartahundurinn, sem hundar flestir lofa, svíf þú með hundum engla inn í engla hundakofa. Nú líður fram undir miðjan aftan og verður ömmu minni gengið út úr kotinu að líta á kálið í góða veðrinu og gengur hjá mér þar sem ég að skemmta mér í grasinu. Hún tók víst ekki eftir mér. En neðan hún að skoða kálið
og snýr sér undan mér. Þá heyri ég ekki betur en hún segi, eins og hún væri að tala við sjálfa sig. Ég vona að mér hafi misheyrst í morgun að einhver hér á bænum hafi verið að tala ljótt kúna. Ekki geri ég það, gell ég þá við. Að minnsta kosti vona ég enginn hafi heyrt Björn hérna í Brekkukoti gera það, sagði hún. Beljan fór í kálið, sagði ég. Ég veit fátt jafnljótt og að tala illa kú, sagði amma mín. Nema ef vera skildi að setja á hana hundinn. Kýrin gefur okkur mjólkina. Kýrin móðir okkar allra. Lóló mín lappa, sára ber þú tappa. Blessuð skepnan sagt kúna. Ég sagði ekki neitt. Hún hélt áfram að skoða undir kálið, hvort hvergi væri róa mátuleg í súpuna. Og sem hún heldur áfram að bóra þarna heyri ég, hún segir enn inn undir kálið. Hún ætli hafi verið að blessa hund hér undir vegg í dag. Ekki megi til að ég hafi verið að því, segi ég. Mér heyrðist einhver verið að blessa hund, sagði hún. Aflíklega við misheyrn. Hunda sagt grei, garmur og skarn. Að minnsta kosti hefur enginn heyrt Björn hérna í Brekkukoti blessa hund. Sjöundi kapítuli. Gaddavír í Hvamskoti. Hann Gráni okkar gengur á haga í fjarlægri mýri, þar sem heitir Inn í Sogum, og fyrir kom að þyrfti að sækja hann til brúkunar. Það síst ofmælt að Sogin væru í þann tíð einn fjarlægastur punktur á kortinu. Nú hefur risið Inn í Sogum nýtísku borg og grunar víst öngvan sem kemur í þessa dýrð að hér hafi fyrir nokkrum áratugum verið uppgangar hrossa. Ef þurfti að sækja Grána, þá var það ferðalag sem tók góðan part úr degi. Inn í Sogum svolítill mýralækur sem heitir Sogalækur. Það tiltölulega auðvelt að hoppa yfir hann. Samt tók lækur þessi af einhverjum ástæðum ískyggilega mynd á sig í huga ömmu minnar. Hún vildi helst ekki að ég færi einn að sækja hestinn. Heldur í félagi við einhvern annan dreng sem einnig væri sendur að sækja hesta og geti dregið mig upp úr læknum ef ég skildi detta ofan í. Varið ykkur nú soga læknum, var það seinasta sem hún sagði þegar við fórum af stað. Og þegar við komum aftur kvöldið með hestinn eða hestana, þá spurði hún á undan öllu öðru: var mikið í sogalæknum í dag? Ef hann gerði dembu þegar Gráni var í mýrinni og hætta var á að snögglega þyrfti að sækja hann, þá mátti heyra gömlu konuna tauta fyrir munni sér: æ, ósköp held ég að vaxi í sogalæknum núna. Nú ber svo til einu sinni, sem oftar, að ég sendur að sækja hest inn í Sog, sammæltur við aðra stráka sem fóru sömu erinda. Þetta gerðist þær mundir eigi allöngu eftir búastríðið sem Gaddavírs öld var að hefjast á Íslandi. Þessi sérstaki varningur, sem í flestum löndum lögbannaður nema til hernaðarþarfa,
enda sagður uppfundinn í búastríðinu, hefur orðið Íslendingum meiri friðstillir en önnur vara útlend sem menn kunna að nefna. Og þar sem í öðrum löndum eru hörð viðurlög við því, ef menn festa upp slíkt óféti á víðavangi á friðartímum, þá varð gaddavír næst á eftir brennivíni og sementi einhver girnilegasta munaðarvara Íslendinga langt skeið. Fátt hefur þjóðin sameinast eins innilega og að strengja þennan dýrðar varning út öll foldar ból, yfir holt og hæðir, mýrar og móa, upp í fjalls ufsir, út á ystu sjávarhamra. Í fyrstu höfðu margir þann sið sem búar höfðu gegn englendingum, að fara yfir gaddavír hvar sem þeir kom að honum. En þá voru sett lög á Alþingi friðhelgi gaddavírs á Íslandi. Þessi lög voru í nokkrum sveitum og kaupstöðum gerð enn víðtækari með sérstökum staðbundnum reglugerðum, þar á meðal hjá okkur í höfuðstaðnum. Þar var sett svo reglugerð gaddavír að hverjum manni sem staðinn væri að yfirstöflun slíkra heilagra vébanda skyldi gert að greiða 10 krónur í sekt. Í þann tíð var veturgamall sauður virtur á 10 krónur. Nú af okkur strákum að segja að eftir miklar krókaleiðir í landinu og stóra útúrdúra og venjulegt strákadroll fram eftir degi, erum við að lokum komnir á holt þau sem verða austanhalt og sunnan við hrossamýrarnar. Þar voru bændabýli á víð og dreif, sum upp á hólum, önnur í hvömmum eða daldraugum, og voru lönd sem lágu undir jarðir þessar alsett gaddavír þvert og endilangt. Þar verður sá bær sem heitið hefur í Hvamskoti. Við staðnæmdumst á Lækjarbakka rétt fyrir utan túnið, en þar hafði ramleg gaddavírsgirðing verið ger, að því virtist út í bláinn. Nú sem við erum staddir þar, bak við leiti, þá veltur sá fróðleikur upp úr einum í hópnum að hver maður sem fari yfir girðingu af þessu tagi verði sekur 10 krónur. Okkur kom fljótlega saman að gaman væri að taka sér fyrir hendur heljarstökk sem svo hátt væri metið til fjár. Með því nú glæpur þessi bari í sér alla þá lokkun sem fylgir fjárglæfrum, tókum við okkur til, allir saman, og fórum að hoppa yfir gaddavír. Ég vil ekki segja að þetta verk hafi verið unnið með öllu hjartsláttarlaust, enda höfðum við einn mann á gagn njósn það hvort njósnarar væru nær. En svo fór sem okkur hafði reyndar grunað. Enginn tók eftir því ódæði sem við vorum að fremja og við vorum ekki sektaðir. Slík réttmæt fjársekt sem við vorum ekki krafðir var fundið fé. Þarna hafði nú sérhver okkar grætt sem svarar veturgamlum sögð þegar í fyrstu lotu. Svo það var ekki að furða þó við reyndum aftur. Við gátum ekki slítið okkur frá þessari arðsömu iðju lengi dags. Og það var enn langt í kvöldskatt þegar við vorum orðnir velstæðir menn, hver í sínu lagi af óinnheimtum tíköllum. Og í hvert skipti sem við gerðum eitt hopp í viðbót, bættist veturgamall sauður í hóp þeirra sem fyrir voru.
Seinast vorum við orðnir hálfleiðir á öllu því sauðfé sem við vorum búnir að safna. Einum félaga okkar reiknaðist þá til að fyrir þetta fé gætum við keypt allt súkkulaði sem til var á landinu og þó karamellurnar verður taldar með. Annars sagði að sauðfjár eign okkar rykki fyrir öllu súkkulaði og karamellum sem keypt hefði verið til landsins frá dögum Ingólfs. Þá vitum við ekki fyrst til, en á móti okkur kemur gríðarstór morauður hundur, stór geigjandi og heldur ófriðlegur. Við sáum að hundurinn myndi styggja frá okkur alla þá sauði sem okkur hafði græðst daginn og tókum nú til að þúa hann með óvöldu orðbragði og kasti hann grjóti. Við þetta espaðist Seppi allan helming, enda sýndist okkur ekki betur en þetta veri blóðhundur. Vís að rífa okkur á hol. Við sáum okkur ekki annað sýnna en flýja yfir holt og hæðir allt hvað fætur tóguðu. Við vorum farin að undrast þig, drengur minn, sagði afi og amma. Hvað var það af ykkur? Við vorum upp í sveit, sagði ég. Þau spurðu, hvað voru þið að gera þar? Við vorum að græða peninga, sagði ég. Ég búin að hoppa einum 200 sinnum yfir Gaddavírsgirðinguna í Hvammskoti. Það eru 2000 krónur. Hefði ekki komið grimmur hundur sem ætla að drepa okkur, myndi það hafa grætt 2000 krónur í viðbót. Ó, ekki, sagði hann. Æja. Hann sat á lúkonum út á Kálgarðsvegg eins og stundum bar við í góðu veðri á kvöldin og gretti sig við frásögn mína líkt og hann hefði fengið kveisu. En til þess átti hann vanda ef hann heyrði eitthvað skoplegt. Ó, ekki. Æja. Amma mín stóð í bæjardýrum og horfði lengi á hann. Fleira var ekki sagt á því kvöldi. En nokkrum dögum síðar, þegar mig varði minnst, þá hefst amma mín upp við mig af hljóði og segir svo. Það hefur orðið útslagið að ég en ekki hann Björn hérna talaði við þig út af Gaddavírsgirðingunni í Hvammskoti, Grímur minn. Hvaða Gaddavír það, amma mín, sagði ég, því ég var búin að gleyma fjárglæfra fyrirtækinu Sæla. Já, þið eigið að vita það skepnundan mínar að það á móti landslögum hér á Íslandi að fara yfir Gaddavír, sagði konan. Þetta var leikur, amma mín, sagði ég, það þarf enginn að borga peninga. Vertu vissum að hann Jón í Hvammskoti hefur horft á ykkur, sagði amma mín. Hann Jón í Hvammskoti góður kunningi hans Björns hérna í Brekkukoti. Það sem Jóni í Hvammskoti mislíkar, það mislíkar Birni í Brekkukoti. Hver sem fer yfir Gaddavírinn hans Jóns í Hvammskoti fer yfir Gaddavírinn hans Björns í Brekkukoti. Ég gat ekki sagt neitt. Þó ég vissi vel að aldrei mundi sá dagur koma að Björn í Brekkukoti keypti Gaddavír. Ég þagði. Hitt vissi ég sum sé allt of vel að sér hver illur verknaður sem maður vinnur einkum og sér í lagi framinn gangvart honum afa mínum, Birni í Brekkukoti. Hvað á ég að gera, amma mín? Ég ætla að fá þér nesti og nýja skó og senda þig fram á Hvammskoti í dag, sagði hún. Ég ætla að biðja þig að gera boð fyrir konuna þar. Segð henni hvaðan þú sért og berð henni kveðju frá mér kettlingunni sem hjá honum Birni í Brekkukoti.
og færði henni frá mér þennan brauðhleif. Amma mín var sumsi einn mestur listamaður sem menn vita í því að seiða pottbrauð. Þegar búið var að líta eftir skónum mínum, lagði ég á stað fram að Hvammskoti með þetta mikla pottbrauð í poka á bækinu, 2000 króna pottbrauð, 200 sauða pottbrauð. Þetta pottbrauð sem var meira virði en allt súkkulaði Íslendinga frá landnámstíð til þessa dags og þó karamellurnar veru meðtaldar. Amma mín stendur við krossliðið okkar og kallar á eftir mér. Og varaði nú á sogalæknum Grímur minn. Hlauft ekki yfir hann þar sem hann þröngur og djúpur, vaddu hann heldur þar sem hann breiðir úr sér. Já, amma, sagði. En þegar ég hafði gengið nokkur skref í viðbót, kallaði hún aftur á mig. Og ef þú meitir hundinum, Grímur minn, þá mundu mig eitt skamma aldrei annara manna hund. Ef þú meitir hundi, þá loða honum að þefa af handarbækin á þér og